Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 22. febrúar er fyrsti sunnudagur í föstu. Þema dagsins er freistingin eða prófið. Í lektíunni er sagt frá fórnum þeirra bræðra Kains og Abels. Í pistlunum stendur: sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Og í Guðspjallinu segir Jesús Pétri að hann muni afneita sér. En við skulum byrja þessa stundin svo alltaf á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Lestrar dagsins eru stuttir og fær hver sína umfjöllun. Lexían er úr 1. Mósebók og hljóðar svo: Einhverju sinni færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar. Abel færði einnig fórn af frumburðum hjarðar sinnar og feitir þeirra. Drottinn gaf gaum að Abel og fórn hans en leit ekki við Kain og hans fórn. Þá reiddist Kain mjög og varð þungur á brún. Drottinn sagði við Kain: Því reiðist þú og ert þungur á brún. Er ekki svo að þú getur verið upplitsdjarfur ef þú gerir rétt. En gerir þú rangt þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig en þú getur sigrast á henni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er freistingin eða prófið. Það verða allir fyrir freistingum og freistingin felst í því hvort á að fara yfir einhver mörk sem annarkvort eru sett af einhverjum öðrum, svo sem landslög og reglur, eða mörk sem að maður hefur sett sér sjálfur. Freistingarnar eru allt í kringum okkur og reyna á vilja okkar. Sumar eru litlar og saklausar en í hvert sinn sem okkur tekst ekki að standast einhverja freistingu, þá bognar sjálfstraustið aðeins. En ef við stöndumst freistinguna þá veitir það vellíðan, sömu vellíðan og þegar við vitum að við gerum rétt. Í lektíunni spyr Guð Kain: er ekki svo að þú getur verið upplitsdjarfur ef þú gerir rétt? Kain reiddist þegar Guði líkaði ekki fórn hans, en ef Abel vissi að hann ætti að fórna dýri, þá er öruggt að Kain vissi það líka. Guð innleiddi fórnarkerfi þegar syndin kom í heiminn. Það átti að fórna Guði blóðfórn, frumburði hjarðarinnar eða lýtalausu lambi sem strax frá upphafi var táknmynd fyrir fórn Krists. Jesús er frumburður Guðs og lýtalaus, það er án syndar. Ef við hugsum rökrétt þá er það engin fórn að taka frá og slátra lambi sem er veikburða eða óhæft til undaneldis. Því hefði verið slátrað hvort sem var. Rétt fórn sýndi sátta og sambandsvilja við Guð, en röng fórn lýsir vantrú á Guð, enda segir Guð við Kain að gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Í Jóhannesar Guðspjalli sagði Jesús að syndin væri vantrú á Guð. Hann sagði: syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Þess vegna segir Guð við Kain að syndin muni girnast hann, en hann gæti sigrast á henni. Léti hann hins vegar syndina vera óáreitta, myndi syndin fylgja honum og verða sterkari ef hann berðist ekki á móti henni. Kain gat þess vegna sigrast á vantrúni á Guð og fært rétta fórn, en reiði hans eða stolt var yfirsterkara viljanum að lúta Guði. Pistillinn er úr Jakobsbréfi og hljóðar svo: Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins,
sem hann hefur heitið þeim sem elska hann. Enginn skal segja hann verður fyrir freistingu, Guð freistar mín. Hið illa getur eigi freista Guðs og sjálfur freistar hann einskis manns. Það eigin girnd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir. Þegar girndin síðan orðin þunguð, elur hún synd, og þegar syndin orðin fullþroskuð, leiðir hún til dauða. Villist ekki, elskuð systkin. Já, sæll sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Helsta prófraun lærisveinanna var að standast ofsóknir og annað mótlæti eftir dauða Jesú, mótlæti sem gat bugað á. Flestir þeirra voru líflátnir fyrir trú sína, en Jakob segir að Guð muni veita þeim sem standist freistinguna kórónu lífsins. Og við finnum þetta sama loforð í Opinberunarbókinni: vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Já, þema dagsins í dag freistingin eða prófið, og þessi kafli snýst þessi orð: vertu trúr. Vertu trúr Guði, sama hvað gerist, sama hvað öðrum finnst, enda erum við að trúa fyrir okkur en ekki aðra. Hverjar sem freistingarnar eru og hver sem áföllin eru sem við verðum fyrir á lífsleiðinni, þá getum við ekki kennt Guði þau. Við trúum því að Guð sé kærleiksríkur Guð og hann bregði ekki fæti fyrir okkur, leggi hvorki snörur fyrir okkur eða freistar okkar á neinn hátt. Guð uppspretta alls góðs. Jakob skrifar að sá sem láti freistast, það fallið frá trúnni, fjarlægist hana sífellt meir, og fullþroskuð syndin leiðir til dauða. Það að segja, hún leiðir ekki til kórónu lífsins. Guðspjall dagsins úr Lúkasarguðspjalli og hljóðar svo: Símon, Símon, Satan krafðist að fá að sælda þig eins og hveiti, svo að hismið kæmi í ljós. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki, og styrk þú trúsystkini þín þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við hann: Drottinn, ég reiðubúin að fylgja þér í fangelsi og dauða. Jesús mælti: Ég segi þér, Pétur, áður en hani galar í dag, munt þú 3 hafa neitað því að þú þekkir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þetta samtal Jesú og Símonar Péturs gerðist eftir síðustu kvöldmáltíðina. Lærisveinarnir voru nýbúnir að metast hver þeirra væri mestur, og Jesús hafði tekið á sig hið lægsta hlutverk og þvegi fætur þeirra. Þrátt fyrir metingin á milli lærisveinanna þá hrósaði Jesús þeim fyrir að hafa staðið með sér í freistingum sínum. Jesús vissi að þeir hefðu þolað smán vegna hans, og hann vissi líka að þeir elskuðu hann í hjörtum sínum, þó þeir ættu eftir að yfirgefa hann og flýja þegar hann yrði handtekinn. Svo Jesús segir þeim hvaða laun bíði þeirra. Laun þeirra voru ekki aðeins kórónu lífsins, heldur einnig að sitja í hásætum við borð Drottins og dæma ættkvíslir Ísraels. Þessi yfirlýsing segir að við getum alltaf snúið við, eins og Guð sagði við Kain, þá getum við sigrast á syndinni. Jafnvel þótt menn yfirgefi Guð og flýi, þá alltaf hægt að endurnýja sambandi við Guð, hann tekur okkur opnum örmum. Á meðan lærisveinarnir voru með Jesú voru þeir öruggir, en án hans mundi reyna á þá. Og í Guðspjallinu í dag segir Jesús að Satan hafi beðið þess að fá að sælda þá eins og hveiti.
svo hismið kæmi í ljós. Að skilja hismið frá kjarnanum merkir að skilja hið lélega frá hinu góða og forn merking þessa sælda er að hafa samskipti, vera saman eða vinna saman. Satan hefur viljað sanna að án samvista við Jesú myndu lærisveinarnir bregðast honum, missa trúna eða afneita honum eins og Símon Pétur átti eftir að gera. Á meðan Pétur stóð við hlið Jesú sagðist hann vera reiðubúinn að fylgja honum bæði í fangelsi og dauða, en þegar hann stóð einn og óttaðist eigið líf, þá brást kjarkurinn. En Jesús hafði beðið þess að trú Símonar Péturs þryti ekki og hann sagði: styrk þú trúsystkini þín þegar þú ert snúin við. Þessi orð gef okkur enn og aftur fullvissu að Guð viti hve baráttan er lævís. Hann viti hvað hún er slóttug og erfið að eiga við. Þess vegna er náð hans ný á hverjum morgni. Guð sagði við Kain: geri þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hér er Guð að vísa í samband þeirra. Vilji Kain ekki eiga samfélag við Guð, þá muni syndin eða vantrúin að lokum ná yfirráðum yfir honum. Þó að við misstígum okkur megum við aldrei missa vonina, ekki gefast upp. Jesús sagði Símoni Pétri fyrirfram að hann myndi afneita honum 3 svar. Svo hann myndi átta sig á því síðar hve hin illu öfl heims fara lævíslega að því að fá menn til að hafna Guði. Það er mikilvægt að viðurkenna tilvist hins illa og að við ráðum ekki við það. En við getum látið orð Guðs umvefja okkur og treyst því að hann muni hjálpa okkur að verjast. Já, þemað í dag er freistingin eða prófið og eins og ég sagði í upphafi þá verðum við öll fyrir freistingum. Hinar saklausu freistingar eru áskorun fyrir veikleika okkar, en jafnvel þessar saklausu geta orsakað skipbrot. Fólk getur fyrst vonleysi yfir því að takast ekki að gera breytingar í lífi sínu, en í textum dagsins er annars konar freistingar að ræða og má segja að afdrifaríkasta freisting mannsins sé að hann reyni að telja sér trú að hann geti séð sig sjálfur og þurfi ekki á Guði að halda. Í pistlunum skrifaði Jakob að þeir sem standast freistingar fái kórónu lífsins og í Opinberunarbókinni er skrifað: vertu trúr allt til dauða og Guð gefur þér kórónu lífsins. Svo freistingar Biblíunnar fjalla allar að falla ekki frá trúfesti við Guð. Vertu trúr allt til dauða. Símon Pétur freistaðist til að afneita Jesú, en sneri aftur til hans og varð höfuð frumkirkjunnar. Fagnaðarboðin góðu eru að þó við föllum í freistni, þá er faðmur Drottins alltaf opinn, viljum við snúa aftur til hans, því að náð hans er ný á hverjum morgni. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.